Ég vil heilsa ykkur öllum í nafni Jesú Krist og býð ykkur hjartanlega velkomin til guðsþjónustu halds hér í kirkju Heilags Anda, Hvítasunnu kirkjunni í Fíladelfíu í Reykjavík. Við biðjum ný kjörnum forseta Íslands Vigdísi Finnbogadóttur blessunar drottins og að forsetinn megi minna þjóðina á hinn kristna arf og boðskap verið hefur leiðarljós þjóðarinnar nærri 1000 ár. Ekki mun af veita. Þrátt fyrir góðæri til lands og sjávar, mikinn aflafeng frá ægikonungi, nóttir uppskeru og fénaðar höld aldrei betri, svo hér drúpir smjör á hverju strái, þá liggur ógn og drungi yfir landinu. Ekki af völdum ísa, náttúruhamfara eða móðu harðinda. Enginn skyldi þó halda að það tilheyrði aðeins liðinni tíð. Heldur gæða kökunni ennþá misskipt, þó svo margt hafi vel unnist. Sundrung og flokkadrættir eru meðal landsmanna, heimsvalda sinnuð öfl togast á landu okkar bæði frá austri og vestri. Frímerkjasýningu má ekki halda hér án aðfinnslu fulltrúa risaveldis, hvers megum við þá vænta? Sjá íslenska þjóðin að sér og taki trúna á Guð sinn og land sitt alvarlega, þá þurfum við ekki að kvíða. En meðan landssöfnun Rauða krossins sem nýlokið nær ekki þeirri fjármagns upphæð vanaleg föstudags brennivínssala nú í október nam í 3 vínsölubúðum hér í Reykjavík, þá sýnir það hve ástandið geigvænlegt og vá fyrir dyrum ef ekki breytist. Mér finnst að þó að höfuð og erkienglarnir Mikael, Gabriel og Rafael settust í ráðherrastóla stjórnarráðs sem mest ber á og myndu vera þar einn dag, þá myndu þeir allir segja af sér að kvöldi og greina drottni allsherjar frá því að svona fólki gætu þeir ekki stjórnað. Því fólki sem fyllir sig áfengisvímu fyrir 16 milljóna tugi króna eina helgi auk annars. Niðurlagsorð þeirra Gabriels og Mikaels og Rafaels fyrir drottni allsherjar mundi hljóma á þessa leið. Fólkið glatar fjármunum sínum. Fólkið glatar heilsu sinni. Fólkið glatar lífi sínu. Það ekki hægt að stjórna því þegar svo hagað. Ég leyfi mér að bæta hér við orðum Hallgríms Péturssonar þegar hann segir: syndugra leið ei leik þér að, lendir hún víst í hvaða stað. Hér til bóta að fólki snúi sér og leiti drottins og gangi mjóa veginn til lífsins liggur. Guð almáttugur blessi okkur áframhald þessara guðsþjónustu og þann boðskap sem við fáum að heyra. Við viljum vera uppbyggjandi öfl og styðja því sem til heilla og blessunar má verða. Ég les úr Hebreabréfinu 1. kapitula og 1. 2 versin. Eftir að Guð forðum hafði oftsinnis talað til feðranna og með mörgu móti fyrir munn spámannanna, hefur hann í lok þessara daga til vor talað fyrir soninn. Hér sagt um 3 aðila sem Guð hefur talað til og í gegnum. Fyrst sagt frá því hann hafi oftsinnis talað til feðranna. Hverjir voru þeir? Hvert barn á Íslandi sem lært hefur biblíusögur hefur lært Abraham, Ísak og Jakob, hefur lesið syni Jakobs 12 og ættkvíslir Ísraels. Það hefum við orðið feðurna.
Hvað talaði Guð til þeirra? Það það sem höfuðmálið og boðskapurinn sem hér kemur fram í dag. Og ég býð ykkur að athuga það að þetta allt úr hinu Gamla testamenti. Bók sem líkt við í dagblöðum á Íslandi í dag við þjóðsögur og ómerkar sagnir og ekki þurfi að taka alvarlega. En það best að ég byrja á því að greina frá því að á meðan við sem höldum fram málstaðreikningana erum í selskapi með drottni Jesú Kristi sem að sagði: hafið þér eigi lesið að Guð frá upphafi gjörðu þau karl og konu. Hann vitnaði til sköpunarsögu Biblíunnar, hann trúði því og hann boðaði það. Og sterkasti penni sem ritað hefur á íslensku máli, Snorri Sturluson, segir í sinni merku bók Snorra Eddu, og ég með hana hér fyrir framan ykkur: almáttugur Guð skapaði í upphafi himinn og jörð, og alla þá hluti þeim fylgja, og síðast menn tvo ættir eru frá komnar, Adam og Evu, og fjölgaðist þeirra kynslóð og dreifðist heim allan. Ég unni mér í svona selskap og tek undir þennan boðskap og sendi baráttu kveðjur til ykkar vinir sem hafið haldið upp í málstaðreikningana í fjölmiðlum, og við biðjum Drottinn að blessa ykkur. Hann með og hann stendur á bak við sitt orð til þess að framkvæma það. Orðið sem feðurnir fengu að heyra kemur hér fram í 22. kapitula 1. Mósebókar og versi númer 17 og 18. Þar talar Drottinn Guð til Abrahams og segir: ég skal ríkulega blessa þig og stóru margfalda kyn þitt sem stjörnurnar á himni, sem sand á sjávarströnd, og niðjar þínir skulu eignast borgarhlíð óvina sinna. Og af þínu afkvæmi skulu allar þjóðir á jörðinni blessun hljóta, vegna þess að þú hlýtir minni röddu. Mér finnst þetta alveg stórkostlegt orð og vek athygli ykkar á því að það talað hér sérstaklega allar þjóðir, og svo talað afkvæmi í eintölu. Þetta vísar til einhvers sem að framundan var, og við fáum að sjá tilbaka að hefur orðið og hefur ræst. Sonur Abrahams var Ísak, og hann því einn af feðrunum, og Drottinn Guð talaði til hans og sagði í 26. kapitula 1. Mósebókar: ég mun vera með þér og ég mun blessa þér, og þér og niðjum þínum mun ég gefa þessi lönd, og ég mun halda þann eið sem ég sóra Abraham föður þínum, og ég mun margfalda niðja þína sem stjörnur á himni, og af afkvæmi þínu skulu allar þjóðir á jörðinni blessun hljóta. Og þriðja orðið sem ég vitna til, sem vísar til blessunar og lofar að Drottins, það var þegar að Drottinn talaði til Jakobs og sagði við hann: ég Drottinn Guð Abrahams föður þíns og Guð Ísaks. Landi sem þú hvílist á mun ég gefa þér og niðjum þínum, og niðjar þínir skulu vera sem duft jarðar, og þú skalt útbreiðast til vesturs og austurs, norðurs og suðurs, og að þér munu allar ættkvíslir jarðarinnar blessun hljóta. Mér finnst þetta svo stórkostlegt. Hér talað allan heiminn. Hér þetta í hnotskurn sem við höfum lært í Nýja testamentinu. Svo elskaði Guð heiminn að hann gaf son sinn eingetinn, til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki, heldur hafi eilíft líf. Við höfum hér orð frá Guði sem lýsir okkur að svona hann. Allar þjóðir, allar ættkvíslir, allir menn, þú og ég. Það allt í fyllstu stærð. Það svo höfðinglegt. Það svo kærleiksríkt. Þetta án manngreinar álits. Þetta svo stórt í elsku. Og þetta stendur í Gamla testamentinu. Guð gaf fyrirheitið sín til feðrana
og fyrirheitið bundið við eitt afkvæmi sem af þeim kominn, og það drottinn vor, Jesús Kristur. Og blessunin frá honum skyldi streyma til allra manna og til allra þjóða, allra þeirra við því vildu taka. Og ég segi áfram að svona Guð, og hann kynnir sjálfan sig á einum stað hjá spámönnunum og segir í 55. kapitula Jesaja bókar: mínar hugsanir ekki yðar hugsanir, yðar vegir ekki mínir vegir, segir drottinn, heldur svo miklu sem himinin hærri en jörðin, svo miklu hærri mínir vegir yðrum vegum og mínar hugsanir yðrum hugsunum. Og hverjar hugsanir Guðs? Þær að blessa mannin, það að búa hjá honum, það að vera með honum, það að menninni fá fundið, Guð elskar þá og við eigum að vera hans börn. Því svo segir hinn hái og hálæti, hann sem ríkir eilíflega og heitir heilagur: ég bý á háum og helgum staðinn, einnig hjá þeim hafa sundurkramin og auðmjúkan anda, til þess að líkva hinna auðmjúku. Ég held mér aðeins áfram við þessa hugsun sem hér hefur komið fram. Allar þjóðir, allar kynkvíslir, og þá tökum við okkur með sem erum hér í dag og heyrum Guðs orð. Ritningin segir frá því að Guð elski okkur þannig að hann vill að allir menn verði hólpnir og komist til þekkingar á sannleikanum. Þetta marg endurtekið í ritningunni. Hann vill ekki að einn einasti þessara smælingja glatist, eins og stendur í Guðspjöllunum. Og þegar við lesum þá sem eru heima hólpnir, og það hefur verið lesið hér í dag úr Opinberunarbókinni, þá stendur svo: eftir þetta sá ég og sjá mikill múgur sem enginn gat tölu á komið, af alls kyns fólki og kynkvíslum og lýðum og tungum. Þeir stóðu frammi fyrir hásætinu og frammi fyrir lampinu, skrýddir hvítum skikkjum og höfðu pálma í höndum, og þeir hrópa hárri röddu og segja: hjálpræði tilheyri Guði vorum sem í hásætinu situr. Og öðrum stað stendur svo í Opinberunarbókinni: sjá, tjaldbúð Guðs meðal mannanna, hann mun búa hjá þeim, þeir munu vera fólk hans, Guð sjálfur mun vera hjá þeim, Guð þeirra. Hann mun þerra hvert tár af augum þeirra, dauðinn mun ekki framar til vera, hvorki harmun ég vein ég kvöl framar til, hið fyrra farið. Hér fáum við að sjá að mikilvægi Guðs hefur komið fram, og mér finnst eins og Guð unni sér í þessum selskap. Hann ánægður með þetta, að sjá hóp og sjá tölu sem enginn gat tölu á komið, að þeim sem urðu hólpnir fyrir ákvæmið sem talað var að Abraham og niðjum hans myndi gefast, sem drottinn Jesús Kristur, frelsari allra manna en einkum trúaðra, segir í orði Guðs. Gefðu gaum að því, áheyrandi minn, að þú ert með í þessari áætlun Guðs. Þú ert skapaður, þú ert gjörður til þess að erfa eilíft líf. Þú ert skapaður og gjörður til þess að frelsast og vera með drottni alla tíma. Og Guð elskar þig, og Guð vill mæta þér, og Guð vill að þú sem hans barn sem skapaður ert í hans mynd, fái verið með honum tíma og eilífð. Það tilgangur lífsins. Það blessun Abrahams. Það blessunin sem feðrunum var gefin. Nánast skulum við gefa gaum að þessu og lesa orðið áfram. Og með mörgum móti hefur hann talað fyrir munn spámannanna. Það líka Gamla testamentið, ritningarnar, og við spyrjum, hvað sögðu þeir? Þeir sáu fyrir sér daga sem myndu koma yfir þessa jörð, sem við erum farin að sjá, að blessun afsprengis Abrahams að ná út allan heim. Ég hér með á ræðupúltinu í Fíladelfíu, dagblaði Daginn, frá 5. deginum 30. október. Á forsíðu mynd
af einum kunnasta lúterska presti allrar veraldar, Harald Bredsen frá Bandaríkjunum. Hann að predika nú í sænskum lúterskum kirkjum og að leiða þá inn í það hvernig blessunin sem Abraham var lofuð í gegnum afkvæmi hans væri nú að birtast öllum mönnum allan heim. Og hann, maðurinn, þessi Harald Bredsen, fer ekki með neitt hleypur. Hann vitnar til þess að Gallup rannsóknir hafi farið fram trúarlíf í Bandaríkjunum, þessa risaveldi sem telur meir en 200 milljónir manna. Hann segir að þriðji hver maður játi frelsaran Jesúm Krist. Þeir trúi því að þeir séu þegar frelsaðir. Þeir geta tekið undir með Hallgrími Pétursinni þegar hann segir: frelsaður kem ég þá fyrir þinn dóm. Fagnaðarsælan heyri ég róm. Frelsi gerst hér og nú, og frelsi skal vera okkar hlutdeild í tímanum, og þá komum við frelsu fyrir dóm Guðs og þurfum ekkert að óttast. Hann segir meira, hann Harald Bredsen, hann segir frá því að 50 hver Bandaríkjamaður hafi öðlast það að stýrast með heilugum anda, tala með nýjum tungum og eignast þennan kraft Guðs sem spámennirnir sögðu að myndu eiga sér stað. Svo við erum komin inn í þessa daga. Það ekki lengur feimnismál að játa frelsið. Það ekki lengur blygðunar orð að segja halleluja, eins og kórinn söng svo vel hér í dag. Það ekki eitthvað sem að þarf að draga sig tilbaka og fela sig fyrir, að játa: ég frelsaður, ég á Jesúm Krist, ég hólpinn, ég tilbúinn. Jesús, hann hefur leyst mig. Blessað og lofað vera hans heilaga nafn. Þetta blessun Abrahams. Þetta blessunin sem kom í gegnum þetta ákvæmi sem Jesús Kristur. Við höfum kannski haldið að blessunin væri í fögru lífi. Já, vissulega var hún það. Við höfum kannski haldið að blessunin væri í háleitum kenningum. Já, víst hún þar. En hvað hefði það dugað ef við hefðum verið áhorfandur að fögru lífi og fögrum kenningum og gætum ekki komist inn í þetta? En nú með því að okkur líka gefinn andinn, þá komumst við inn í þetta nakta líf, að eiga líf og eiga naktir og geta sagt: ég veit að mínar syndir eru mér fyrirgefnar, hann minn faðir og ég hans barn, óundra verða gáta. Spámaðurinn Jeremía, hann segir svo í 29. kapítulunum: ég þekki þær fyrir ætlanir sem ég við hyggjum með yður, segir drottinn, fyrir ætlanir til heilla en ekki til óhamingju, veita yður vonaríka framtíð. Þá munu þér ákalla mig og fara og biðja til mín, og ég mun bænheyra yður, og þér munu leita mín og finna mig, þegar þið leitið mín af öllu hjarta. Þá vil ég láta yður finna mig, segir drottinn, og snúa við högum yðar. Ég talaði óhagi meðal íslenskar þjóðar hér í dag. Drottinn vill snúa þessu við, og hann hefur máttinn, hann hefur valdið og hann hefur kraftinn, því það þarf mátt og vald og kraft til að bæja freistingaöflunum frá, því sem að dregur niður og vill brjóta. Og drottinn segir hér: ég vil snúa við högum yðar þegar þið leitið mín og ákallið mig og gjörið það af öllu hjarta. Guð stendur við sitt heila orð, og við fáum að reyna að það líf, það andi og það sannleikur. Og hér stendur áfram hjá spámanunum: ég mun hella vatni yfir hið þyrsta og ástraumum yfir þurrlendið. Ég mun úthella vanda mínum yfir niðja þína og blessan minni yfir afsprengi þitt. Skiljiði, elskuðu vinir, það blessun í tímanlegri velsæld og náð og hamingju sem Guð veitir yfir okkar land. En hér hámark blessunarinnar fyrir einstaklingin þegar hann finnur þetta samband við Guð. Hann tengdur honum í einum anda,
Hann endurfallur fyrir verk heilags anda, hann stýrður með heilagum anda og eldi, hefur fengið að tala nýjum tungum og miklar og lofar Guð. Og svo segir höfundur Hebreabréfsins að í lok þessara daga hefur hann tilvor talað fyrir soninn. Við trúum því svo sannarlega að það sé fara að líða á tímann og endurkoma Drottins Jesú Krist í nánd. Við gefum gaum að hinu spámanlegu orði. Við fáum að sjá hvað að ske við Persaflóan, við ána Efrat, og við fáum að sjá spádómsorð heilagra ritningar. Þau eru að rætast, þau eru að koma fram. Þetta dynur yfir okkur í fjölmiðlum frá morgni og til kvölds, og það er eins og fólk gefi ekki gaum að þessu, en þetta hefur staðið í eldgömlum ritningum öldum saman og er nú á hinum efstu dögum að koma fram, samfara því sem Drottinn Guð starfar og talar fyrir soninn, blessað og lofað veri hans heilaga nafn. Ég ætla að lesa á Galatabréfinu eitt orð, það hljómaði svo ákaflega vel fyrir mér í gær, fjall inn í þetta orð en ég hafði ekki þó reiknað með því. Það stendur í Galatabréfinu 3:14, til þess að heiðingjónum hlotnaðist blessun Abrahams fyrir samfélagi við Kristi Jesúm, og við öðluðustum fyrir trúna fyrir heitið andan. Þú ert komin inn í blessun Abrahams ef þú meðtekur anda Guðs. Og þá tendrastu af þessu og þú fær kærleika til allra manna og þú vilt breiða hans ríki út heim. Þú ert ekki með efasemdir eða gagnrýni og finna að þinni gömlu bók. Þú þakkar Guði fyrir það orð sem hefur staðið af sér öll hret, viðri og mótblástur í gegnum tímana, og þú leggur höndin á plóginn og reynir að gera eins og gamli Friðrik Friðriksson sagði í einum af sínum sálmum: komið allar álfur, allra þjóðamenn, veitið oss að vígi vinna munum senn, allar engla tungur undir taki söng, dýrð og lofsi drottni, dýrð í sald og þröng. Og leið og ég minnist á þennan látna heiðursmann og brautryðjanda í kristinni trú, þá sjáið árangur að starfi hans hvernig það hefur náð út til þjóða og til framandi landa og í framandi álfur. Þetta er eitthvað annað í framkvæmd heldur en nöldrið hér heima sem talar er óvægt að treysta orðinu. Við erum á jákvæðri hlið og við treystum því. Við erum kristnir menn og við fylgjum kenningum Jesú Krist. Við trúum því sem hann sagði algjörlega og afdráttarlaust: ritningin getur ekki raskast og fimun himinn og jörð líðandi lok, en orð mín fá ekki staðist. Ég vil koma aðeins áður en ég enda nánar að þessu með fyrirheitið andan og blessun Abrahams eins og talar hér í Galatabréfinu. Hvað sagði Jesús þessa hluti? Jú, hann sagðist vera komin til þess að opinbera mönnunum Guð. Hann sagðist vera komin til þess að gefa mönnunum líf og til þess að gefa þeim naktir. Hann sagðist vera komin til þess að gefa þeim heilagan anda. Og þegar að Jóhannes Sakaríasson stýrari predikaði, þá sagði hann Krist: hann mun stýra yður með heilugum anda og eldi. Og þegar að Kristus stóð og með lærisveinana, þá sagði hann: sá sem trúir á mig, úr hans kviði mun eins og ritningin hefur sagt, renna lækir lífandi vatns. En þetta sagði hann andan þeir mundu fá gjörðust trúaðir á hann. Þetta sagði hann andan þeir mundu fá þeir gjörðust trúaðir á hann. Þetta er það sem að lúterski presturinn frá Bandaríkjunum að segja Norðurland í dag og fyllir alla stærstu kirkjur í Svíþjóð, að svona kemur blessun Abrahams fram. Andinn er gefinn, andanum er úthellt, það er líf, það er blessun, það eru naktir frá náðaraugliti Drottins. Og þegar að heilagur andi skyldi koma, sagði Jesús, þá myndi hann samfara heiminn synd, réttlæti og dóm.
þá myndi hann leiða þá í allan sannleikann, þá myndi hann vegsama Jesum Krist. Og eins og segir hér í Postulasögunni 1. kapitula og 8. versinu, þér munu öðlast kraftur, heilagur andi kemur yfir yður og þér munu verða vottar mínir. Og það er einmitt þessi kraftur sem þarf að koma fram í dag. Það er þessi kraftur sem þarf að birtast og opinberast. Krafturinn í fyrirheiti Guðs til feðranna blessun af ákvæminu sem skyldi ná til allra þjóða og til allra líða. Ertu með? Þar undir þér komið. Þér er opnaðar dyr. Þú skalt fara og byrja á því að leita drottins og hjá því fer ekki að þú munt finna og þú munt verða sall og þú munt verða glaður. Þú ert frelsaður og þú átt eilíft líf. Og þú stefnir ekki til böls eða það sem er ungveikjandi í mannlegu lífi. Þú stefnir til eilífs lífs, til himinsins. Verum með. Það er vilji Guðs að allir menn verði hólpnir og komist til þekkingar á sannleikanum í nafni Jesú Krist. Amen.